Jú, sko verkefnið sem við erum að vinna í akkurat núna að að búa til einkennismynd Hönnunarmarsins 2013. Þetta í 5. skipti sem við höldum Hönnunarmars, sem eins og þið vitið náttúrulega stærsti viðburður á sviði hönnunar á Íslandi á hverju ári og hefur fest sig bara í rækilega í sessi. Eins og gefur að skilja þá þarf að búa til gott kynningarefni fyrir svona hátíð í borginni og undanfarin ár höfum við leitað til mismunandi hönnuða til þess að gera það sem við köllum einkennismynd hátíðarinnar. Skemmst að minnast mjög skemmtilegar kindar sem Hjalti Karlsson og félagar í New York gerðu fyrir okkur síðast. En í ár ákváðum við að breyta aðeins út af þessari reglu og fara í samkeppni, lokaða samkeppni einkennismynd hátíðarinnar. Þar voru valdir á lokum 2 hönnuðir, Ármann Agnarsson og Jónas Valtýsson. Og þeir eru núna að vinna með okkur þessa einkennismynd og þetta svolítið stærra heldur en hefur verið áður því að í rauninni þetta verkefni alveg heilt verkefni út af fyrir sig. Þannig að þeir eru að fá til liðs aðra hönnuði til þess að vinna inn í þetta með sér. Hönnunarmars bara eitthvað svona árlegur viðburður sem bara Hönnunarmars kemur með eitthvað canvas eða eitthvað svona grind fyrir íslenska hönnuði til að vinna í og þá bara eru þeir til að segja hérna bara við erum velkomin að taka þátt í þessu partíi með okkur og þá gera bara hönnuðir gera alls konar, vinna bara á hvað sem út frá því. Og það náttúrulega bæði gott og vont og topphönnuðir og eins og Hönnunarmars er. Já, en okkur langaði bara einhvern veginn myndgera þetta til bókstaflega bara og búa til grind úr stöfunum Hönnunarmars og fá svo og segja bara við nokkra hönnuði, þeir eru komið og takið þátt í þessu partíi með okkur og gera eitthvað utan þessa staði. Þannig að það fáum við ákveðum að hafa 4 hönnuði núna í ár. Þeir eru Hafsteinn Júlíusson frá Haf, það Mundi og það hönnunarfyrirtækið, hönnuðirnir hjá Vík Prjónsdóttur og svo það arkitekt sem heitir Marcos sem eru að vinna sinn staf hver. Það annað sem hefur verið gert að búa til einhverja grind eða svona production kringum þetta. Þannig að þetta myndi átt að kosta meiri pening en þau eru vön að eyða í þetta. Þannig að við varum heppin að fá samstarfsaðila Símann til að hjálpa okkur að gera þetta veruleika. Við vildum náttúrulega fara alla leið í þessu, þú veist að smíða þetta frá grunni og líka að fá náttúrulega bara okkur fannst bara mjög sterka hönnuði með okkur í lið. Þannig að við vildum ganga alla leið í þessu. Þannig að það var mjög fínt að fá, þeir hjálpa okkur að gera þetta að alvöru.